Komið sæl, kæru áhorfendur, föstudagsþátturinn N4 farin í loftið og framundan góður þáttur. Fyrsti gestur minn mjög góður. Það hún Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir, jógakennari. Velkomin. Takk. Þú ert með Óm hérna á Akureyri, jógastöðina. Mikið rétt. Sem kannski ekki mikið opin þessar mundir. Nei, það lokar. Það lokar, eins og alls staðar annars staðar. Já. Og hvað gera jógakennarar þá? Hvernig ertu búin að bregðast við þessu? Ég tók svona góða panikhugleiðslu fyrir 2 vikur síðan. Panikhugleiðslu? Hvað ósköpunum og ég gera núna. Já. Og það náttúrulega alltaf sama svari þegar maður starfar í þessum geira. Róa sig, fara inn á við. Slaka. Lausna miðun. Já. Og ég fann bara hvöt til að halda áfram að miðla því að ég kann að bregðast við óvæntum hlutum með þessum leiðum. Ég búin að æfa mig mjög vel í því síðustu 10 ár að þetta hefur alltaf verið svona haldreipi fyrir mig og leið til að koma eitthvað raunveruleika tengdan stað hér og nú. Útiloka áreiti og hugsa hvernig mér líður og hugsa heilsuna mína. Já. Og þannig að ég bjó til fjarkennslu vef. Að hluta til hann opinn öllum. Já. Að hluta lokaður fyrir okkar korthafa og það sem senda okkur póst og vilja vera með. Já. Það ómur.is eða? Ómurakureyri.com og það svona upphafssíðan okkar. Já. Og það þetta að velja sjálfsræktar myndbönd eða fjarkennslu vefinn. Frábært. Og þar ég eiginlega búin að vera í 2 vikur. Já, að útbúa þessi myndbönd og setja það á vefinn og gera og græða. Já, með hinum kennurunum. Já, hvað margir kennarar að vinna hjá þér? Að jafnmaði við svona 5-6, já. Og svo koma náttúrulega gestakennarar, bæði erlendis frá og annars staðar á landinu með námskeiðshald. Þannig að það mikilvægt að fólk haldi áfram að sækja jóga því að erfitt að halda fyrirtækjum floti þessa dagana. Þannig að flott að láta þetta eitthvað svona í hug. Já, en það var mikil svona, eftir fyrstu vikuna fann ég mikla hvatningu og ánægju með framtakið. Því að margir hafa ekki aðgengi eða hreinlega tíma til að leita sér þessara leiða. Nei. Og þannig þetta að velja sér hvenær ástunda með að horfa á myndböndin. Já. Þetta löng myndbönd? Þau svona bilinu hálftími, öndunaræfingarnar kannski svona 10 mínútur og svo upp í alveg rúman klukkutíma fyrir svona fullbúin jógatíma. Og fólk þarf ekki að hafa heima þessu nema kannski dínu og tölvu eða síma til að horfa? Algjörlega. Og meira þess að þú ert að nýta þér hugleiðsluna eða jóganýtra sem form af djúpslökun. Þá þetta bara liggja upp í rúmi og hlusta. Það var mjög gott. Já. Og sofna út frá þessu. Þú ætlar nefnilega að vera svo yndislega að leiða smá slökun hérna á eftir en áður en við förum í það. Spennandi tilraun. Mjög spennandi. Þá þurfum við aðeins að forvitnast þessa konu hérna í sófanum, Skagfirðingur. Já. Og getur aðeins sagt okkur leiðina hérna, hvernig í ósköpunum varstu jógakennari? Já, góð spurning. Ég spyr mér oft þegar hver önn hefst, þá spyr ég mig af hverju ósköpunum endaði ég hér. Það er alveg að pissa sjálf. Mjög. Og ég ennþá svona spekulegur hvort ég ætla að gera þetta áfram og alltaf kemur bara eitthvað nýtt, nýr innblástur, halda áfram og fólk kemur og eitthvað. Ég elst upp í náttúrunni í sveitinni, Blönduhlíð. Kýr og kindur og hestar. Já, hljóp berfætt í moldin út allt. Mikið frelsi og þannig ég lærði kannski snemma sjálf að vera sjálfur mér nóg og rannsaka náttúruna og finna leið til að finna mér eitthvað til dundurs á einn spýtur. Lærði sjálfstæði. Og svo fór ég náttúrulega í framhaldsskóla frá Sauðárkrók. Nei, á Sauðárkrók, Já, og var þar, fór skiptunemi til Bandaríkjanna í 1 ár. Og það var mjög góð reynsla. Já. Ég var eitthvað jóga þar eða? Nei. Jóga ekki byrjað. En ég hætti að vera svona feimin. Já. Og opnaði aðeins
augum mín fyrir heiminum og fjölbreytileika heimsins og öllu því. Svo kom ég heim, kláraði námið mitt og fór svo í myndlistarnám hérna á Akureyri. Lærði fornám og tók grafíska hönnun. Ég ætlaði mér að fara bara í það. Þú ætlaði þangað, Já. Kynntist minni þáverandi manni hér á Akureyri og fór til Noregs og þar náði ég ekki að vera nú snögg að sækja framhaldsnám í myndlistinni. En ég eignast fullt af alþjóðlegum vinum sem búið að vera svona þema í mínu lífi. Fullt af vinum og eiginlega fjölskyldum út allan heim sem hafa víkkað sjóndeildarhringinn. Og þar fór ég fyrsta heilunanámið mitt, kom svo heim og þá eiginlega var vendipunktur. Og þá fór ég og kynnti mér svona heildrænar leiðir til heilsu. Skoða jurtirnar og gott mataræði og hreyfingu og fór í jógakennarnám og búin að taka allmörg jógakennarnám síðan því að heimur jóga er stór og mikill og ekkert ein lína geymir allan sannleikan. Það ég er búin að komast að því. Heldur gott að þróa með sér góð gildi og einhvers konar jarðbundna sýn á veruleikan með hvar við búum, hvar í sinni. Þannig að svo var ég í Reykjavík í 10 ár, starfaði mjög víða við viðburðahald og annað, jóga í vatni og stofnaði það. Og erum með kennarnám á heilsustofnun í Hveragerði í því. Og við erum þetta finna leið til að klára það nám svona í gegnum vefinn. Jóga í vatni? Já. Og sem er líka að helmingi klassískt jóga. Og það er svona með uppbyggingar áherslu. Að þú ert að koma þér á stað aftur eftir eitthvað hefur gerst. Því að á þessum 10 árum á jógavegferð minni þá lenti ég 2 bílslysum. Og ég þurfti að læra svolítið að virka upp á nýtt frá 0 punkti í mínu líkama. Það eru ansi margir að glíma við þetta. Akkurat. Bara öll þessi kulnun. Já. Þannig að mitt taugakerfi hrundi svolítið við seinnaslysið. Og ég var í rosalega góðu formi, var að hlaupa hálfmaraþon í fjöllunum og svo framvegis, að þjálfa fyrir það. En líkaminn, hann vildi ekki lengur að gat það ekki. Þannig að ég þurfti að fara rosalega mjúka og varfærna leið aftur í betra ásökomulag. Og hætti eitthvað að syrgja það, geti ekki gert allt sem ég gert áður, heldur finna leiðin í nýtt. Gleðjast bara yfir öllu jóganu sem þú getur. Já. Þannig ég held áfram að kenna krökkunum og unglingunum. Ég hægði á allri ástundun og ég fór í rauninni dýpra í allt sem ég var að gera. Magnað ferðalag. Það var algjör gjöf. Myndirðu vilja núna í lokin leiða örstutta svona slökun fyrir okkur? Já. Það var í æði. Ég er algjörlega til í það. Gjör svo vel. Heyrðu, ef þið setjið, þú gerir bara með mér. Ég gerir bara með þér. Skrítið að gera, þú gerir ekki. Við komum okkur fyrir framarlega á stólum sem við sitjum í. Ég er hreinlega með krosslaða fætur á gólfinu og höfum smá bil á milli iljana, ökkla fyrir neðan hné og eru svolítið stöðug. Réttum úr bakinu, slökum á axlunum, finnum jafnvægi, fundum hvort við erum framhallandi eða aftur og við leyfum höfðið að sitja þægilega á efsta hálslið. Höllum aðeins til vinstra hægri fram og aftur og finnum miðpunktinn hérna. Svo skulum við setja vinstri lófa á kvið og hægri á brjóstkassa. Og loka augunum. Anda djúpt inn nef, slaka á kvið og kviðarholi, losum alla spennu á magasvæði og þyngd og fyllum lungu. Upplifum opnun og fyrirhafnarlausa slökun inn í rifjaheilki. Á útöndun dregst líkaminn mjúklega saman. Við ætlum að tengjast líkamanum og andadrættinum
og einfaldan hátt. Anda inn nef, slaka á kvið, fylla lungu. Anda frá, tæma. Anda inn og fylla. Anda út og tæma. Anda inn og fylla. Og anda út og tæma. Við ætlum að koma heim í eigin líkama, í eigið hjarta. Halda áfram að anda. Finna sátt við það að vera nákvæmlega eins og við erum hér og nú á þessum stað. Komið rólega tilbaka. Frábært. Já. Takk fyrir. Ekkert mál.